Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Ungt fólk hallast frekar að því að segja nei. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að segja já en íbúar á landsbyggðinni. Yfir helmingur þeirra 1400 sem saknað eftir flóð í Nepal í gær eru erlendir ferðamenn. Flóðin eru talin þau verstu í lengri tíma í landinu. Verðbólga eykst enn og hefur ekki verið hærri í 2 ár. Forseti ASÍ segir mögulegt að kjarasamningar haldi ef fyrirtækin lofi því að velta sínum kostnaði ekki yfir á launafólk. Haraldur Noregskonungur alvarlega veikur. Fjöldi fólks safnaði saman við konungshöllina í Ósló til að sýna honum stuðning og voru tilfinningarnar miklar hjá sumum. Þegar skólarnir byrja ættu foreldrar að huga að umferðaröryggi með börnum sínum. Tugþúsundir barna ferðast til og frá skóla á degi hverjum, sum hver í fyrsta skipti ein. Stoppa, líta til beggja hliðar, hlusta og svo gera stoppverk með að labba við götuna. Komiði sæl. 41% landsmanna ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn og 45% ætla að segja nei samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Þetta ekki tölfræðilega marktækur munur á milli. Þetta þriðji þjóðarpúls sumarsins og í fyrsta skipti ætla fleiri að segja nei en já. Ef þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram í dag spurði Gallup á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og hvernig telur þú líklegast að þú myndir greiða atkvæði? 41% segja örugglega já, 8% segja líklega já, 45% segja örugglega nei, 7% segja líklega nei. Heildarniðurstaða svo að 51,6% segja nei og 48,4% segja já. Vikmörk eru 2,4% stig og því munurinn ekki tölfræðilega marktækur. Könnunin fór fram 24. til 27. ágúst. Til samanburðar við síðustu könnun segja mun fleiri nú nei eða 45% sem voru 41% í síðustu könnun. Niðurstöðurnar úr net- og símakönnun Gallup, heildarúrtak var 4.583 og þátttökuhlutfall var 39,1% og af þeim taka 94% afstöðu. Kosningabaráttan á lokametrunum en bæði samtökin Áfram Ísland og Sjá héldu fundi nú síðdegis. Sjá hélt sinn fundi í Tónabíó í Skeiðholti í Reykjavík en þar var lögð áherslu á kosti þess að sjá nánar hvaða kostir getur falist í aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fjölmenni kom saman á útifundi Áfram Ísland á Austurvelli. Hreyfingin telur að framtíð Íslands sé best borgið utan Evrópusambandsins. Margir tóku til máls og þar á meðal Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra. Nei, ég segi nei. Vegna þess að ég vinnandi manneskja, ég virkur borgari, ég móðir 3 barna og ég hef þá einlægu sannfæringu að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins en í nánu samstarfi við Evrópusambandið sem og aðrar þjóðir. Vegna þess að ég trúi því að sjálfstæð og sterk rödd Íslands skipti máli á alþjóðavettvangi. Vegna þess einmitt að ég óttast ekki framtíðina. Þvert á móti veit ég að við eigum óteljandi tækifæri og getum nýtt þau öll ef við svo kjósum. Vegna þess að ákvörðunarvaldið, valdið til að ráða sínum málum sjálf, fjöregg fámennrar þjóðar og getur skipt sköpum fyrir velferð landsmanna. Og Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður á Austurvelli. Já, hvernig var þessi fundur? Já, hér var bara mikið fjölmenni og veðrið gott. Það var hver ræðan á fætur annarri og meðal þeirra sem tóku til máls ásamt Katrínu voru Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrum þingmaður og ráðherra. En eins og framkom hérna áðan hefur neiið verið að sækja í sig veðrið. Samkvæmt nýjustu mælingum úr þjóðarpúlsi Gallups hérna hjá mér Lára, einn stofnandi Áfram Ísland. Já, Lára, þetta eru góð tíðindi fyrir ykkur.
Já, þetta eru vissulega góða tölur og fyllilega í samræmi við það sem við höfum fundið svo sterkt undanfarið. Við höfum fundið fyrir gríðarlegu meðbyr og það líka frábært að sjá að 60% yngstu kjósenda hafa ekki vilja til þess að fara í þessa vegferð og ætla að kjósa nei. Og það eru mikilvæg skilaboð til þeirra sem hafa hug á að kjósa fyrir unga fólkið. Þið fenguð þetta góða veður. Hvernig myndirðu lýsa bara svona stemningunni og andanum á þessum fundi? Sko, stemmingin var auðvitað bara kynkimögnuð. Þetta var algjörlega frábært og hver ræðan bara betri en hinn. Þetta var algjörlega frábært. Stemmingin algjörlega upp á 10 og mér skilst þetta hafi verið þúsundir manns samankomin. Þetta að bresta á. Hvað heldur þú að ráði mestu afstöðu landsmanna í þessu máli? Já, ætli þetta verði ekki reynslan og framtíðarsýn okkar Íslendinga. Reynslan hefur sýnt okkur að alþjóðasamstarf mjög mikilvægt en það sem ekki síður mikilvægt að þegar á reynir að þá eigum við Íslendingar síðasta orðið þegar kemur að íslenskum hagsmunum. Hvað ætlið þið áfram Íslanda að gera næstu 2 daga fram að kjördegi? Við erum auðvitað bara á fullu að eiga góð samtöl við fólk hringinn í kringum landið og svo erum við að skipuleggja kosningakaffi sem verður í Víkingsheimilinu í Safamýri og svo auðvitað bara kosningavöku í Kólaportinu. Takk fyrir það, Lára. Og það voru fleiri fundir í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna síðdegis í dag, ekki satt, Anna Lilja? Jú, það voru nefnilega fleiri fundir. Einn þeirra var haldinn af vegum hreyfingarinnar Já til að sjá í Tónabíói. Honum nú að vísu lokið og við erum komin í kosningamiðstöð hreyfingarinnar. En fundurinn í dag, hann var sá síðasti í fundaröð Já til að sjá. Og þar tóku ýmsir til máls og boðskapurinn var eitthvað á þessa leið. Ég sé alveg áskoranir við það að ganga í Evrópusambandið. Ég veit líka að við höfum sett okkur góð samningsmarkmið og náist þau fram að fullu öllu leyti þá svarið tiltölulega auðvelt. Þá eru tiltölulega fáir hlutir eftir til að efast að það sé góð hugmynd að ganga inn í Evrópusambandið. Þess vegna eigum við að segja já á laugardaginn til þess að ganga til samninga, sjá hvert við komumst með þessi markmið og síðan stöndum við frammi fyrir seinni spurningunum það hvort við eigum að segja já við því að ganga inn. Ég held að það sé góð hugmynd en ég skil alveg aðra sem að hafa aðra skoðanir á því og sjá aðra núansa út frá sínum eigin hagsmunum. Já, þetta sagði Hjálmar sem nú einn af stofnendum Já til að sjá. En Berglind, þú ert líka einn af stofnendum Já til að sjá. Já, hvernig var hljóðið í fundagestum? Þetta var frábær fundur, ótrúlega þakklátt fyrir þetta ferðalag sem við verið á sem við endum svo í dag. Og jáið hefur verið bara að gera góða hluti. Kristrún Frostadóttir var með flottan fund í gær og þannig að við erum bara, það er hugur í okkur. En þessar niðurstöður úr þjóðarpúlsi Gallup, þar hugnast ykkur væntanlega ekki? Það er bara spurning hvernig maður lítur á þetta. Við ætlum bara að þetta er bara hvetjandi fyrir okkur að gera vel og á lokasprettinum. En eitt af þessi þar kemur fram að 60% ungra kjósenda ætla að merkja við nei á laugardaginn. Kemur það ykkur óvart? Þetta er náttúrulega hópur þar sem fylgi hefur verið að flökta í báðar áttir. Þannig að í rauninni kemur þetta ekki óvart og við bara vonum það besta. 2 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað ætlar Já til að sjá að gera fram á því? Ég held að sé ekki bara spurning hvað við ætlum að gera, heldur hvað landsmenn ætla að gera. Við skulum nýta tækifærið, taka þetta á gleðinni og fá já þann 29. ágúst. Það er einmitt þannig við fáum að sjá það á laugardaginn en við kveðjum héðan úr kosningamiðstöð Já til að sjá. Lilja, já, smá tæknilegt vesen hjá okkur en takk fyrir þetta Anna Lilja Þórisdóttir í kosningamiðstöð Já til að sjá. En við höfum ekki alveg satt skilið við þjóðaratkvæðagreiðsluna því fulltrúar Já og nei hreyfinganna. Þær mætast í kappræðum í beinni útsendingu strax að loknum íþróttamaðri. Magnús Geir Eyjólfsson og Sigríður Hagalín Björnsdóttir þau stýra umræðum kvöldsins.
Og við ætlum bara að spyrja þau bæði, Sigríði Hagalín Björnsdóttur og Magnús Geir Eyjólfsson. Já, bæði tvö, við hverjum að búast í þessum þætti hjá ykkur í kvöld? Já, miðað við niðurstöður könnunarinnar sem greint var frá hér rétt áðan, þá má búast við afar spennandi umræðum og að taugarnar verði þandar. Já, við fáum til okkar 3 gesti frá hvorri hreyfingu, forsætisráðherra og fulltrúa sjá og Evrópuhreyfingarinnar frá já-hreyfingunni og hinum megin við borðið verða formaður Sjálfstæðisflokksins og fulltrúar Heimssýnar og Áfram Ísland. Þetta eiga að vera upplýsandi umræður og vonandi verða óákveðnir kjósendur einhverju nær því hver ákvörðun þeirra verður á laugardaginn. Og mögulega skipta einhverjir skoðun, allt kemur það í ljós klukkan korter í 8 þegar umræðurnar hefjast. Já, við missum ekki þeim þætti. Takk fyrir þetta Sigríður Hagalín Björnsdóttir og Magnús Geir Eyjólfsson. Nú snúum við okkur að öðrum fréttum kvöldsins. Staðfest að tæplega 407 látnir eftir flóðin í gær á landamærum Nepals og Tíbets. Yfir 1400 manns saknað. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustu. Myndir af flóðunum þegar þau skullu á í gær sína vel hvílíkir ofurkraftar losnuðu þar úr læðingi. Heilu húsin fóru af stað og hurfu á endanum í vatnshelgin og þetta hefur leitt af sér mikla eyðileggingu og ekki síður mannlegan harm. Nú rétt fyrir fréttir höfðu 393 fundist að látnir í Nepal og 3 í Tíbet. Yfir 1400 saknað beggja megin landamærana. Þar af eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra frá Evrópu og Bandaríkjunum. Fjöldi fólks hefur beðið milli vonar og ótta eftir tíðindum af sínu fólki. हिजो बिहान 8 बजेसम्म मेरो दिदीसँग सम्पर्क भएको भने त्यसपछि Og fyrir þá sem eftir eru framtíðin óljós. हजुर धान मकै अब यतै लाउने लुगा समेत केही पनि छैन लाको लुगा मात्रै हो अब चिया पसल पनि लाग्यो सबै लाग्यो मान्छे मात्रै हो Flóðin dundu líka af krafti á Girong, Tíbetmegin við landamærin. 100 björgunarmanna eru þar við störf. Aðstóði farin að berast frá öðrum löndum en erfitt hefur reynst að koma henni á staðinn öðruvísi en úr lofti. Aurskriður og flóð eru tíð í Nepal á þessum ástíma, en Alan Hinkes, reyndur fjallgöngumaður, segir í samtali við BBC að svona öflugt flóð hafi ekki sést í lengri tíma. Verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið hærri í 2 ár síðan sumarið 2024. Forsendur kjarasamninga sem gerði voru það ár kváðu á að það mætti segja þeim upp fær hún yfir 4,7% í haust og verðbólgan enn á uppleið. Þetta eru bara vonbrigði en þau hafa náttúrulega verið að teiknast upp núna í allt sumar þannig að þetta kemur okkur ekkert óvart. Verðbólga hækkar úr 5,3% í 5,6% milli mánaða og hefur hún ekki verið jafn mikil í 2 ár. Miðað við tölurnar eru forsendur kjarasamninga sem gerðir voru 2024 endurskoðun og uppsögn brostnar. Þar kveðið á að ef verðbólga verði meiri en 4,7% í ágúst verði hægt að segja samningum upp. Finnbjörn segir verkalýðshreyfinguna hafa kallað eftir því að fyrirtæki, ríki og sveitarfélög myndu halda aftur af hækkunum svo hægt væri að ná niður verðbólgu. Það hefur ekki gengið eftir og þar hefur ríki og sveitarfélög bara gengið fram fyrir skjöldu og verið hvað stórtækust í. Fjármálaráðherra hafnar þessu. Það hefur heilmikið verið rætt það að hækkanir opinberra gjalda hafi leitt þetta að vísu styðja gögn. Það ekki raunar það þannig að það einn liður sem eru flugfargjöld sem skýrir helmingin af hækkunin á þessu ári. Álögur hafi ekki verið hækkaðar umfram það sem almennt Og það auðvitað alltaf freistandi að ríkið lækki að raunvirði opinber gjöld með því að raunverulega leyfa þeim að standa í stað. Það á endanum leiðir líka til vandræða vegna þess að á endanum að þá standa gjöldin ekki undir þeim kostnaði sem þau eiga að gera og það svona óheppilegt það þarf að greiða þá með einhverjum öðrum hætti. Mánaðamót fellur tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr gildi. Daði segir ekki standa til að framlengja lækkunina. Þá sé ekki á teikniborðinu að falla frá öðrum boðuðum álögum. Þjóðhagsráð kemur saman á morgun þar sem farið verður yfir þessa stöðu. Daði segir ríkið reiðubúið með tillögur. Samkomulag verði að nást aðgerðir til að ná niður vöxtum og verðbólgu. Ég finn ekki annað en að það sé vilji til að leita lausna og þann vilja finnur líka mjög sterkt hjá samtökum atvinnulífsins og svo sannarlega hjá ríkisstjórninni.
Formaður samtaka atvinnulífsins segir það mikil vonbrigði að lítið hafi þokast í viðræðum síðastliðið ár. Aðgerðir innanlands segi stóran þátt í aukinni verðbólgu. Auðvitað hafa komið til ákveðnir ytri þættir sem ekkert verður ráðið við. Hins vegar liggur alveg fyrir að það hafa verið ákvarðanir hjá opinberum aðilum, bæði hjá veitufyrirtækjum en eins hjá ríkisstjórninni síðustu áramót með vörugjöld og gjaldskrárhækkanir sem að mælast í verðbólgunni. Bjarni segir nauðsynlegt að allir stilli saman strengi svo hægt sé að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Ekki dugi að bregðast við með skammtíma úrræðum. Og við þurfum bara að endurheimta trú og traust á framhaldinu. Og eins og ég segi, það bara má ekki gefast upp á þessu verkefni. Það það mikið í húfi, bæði fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og hið opinbera á líka mjög mikið undir því að verðbólga minnki hér á landi. ASÍ, Samtök atvinnulífsins og hið opinbera hafað undanförnu átt í viðræðum til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp. Ef að þau lofa því að hækka ekki, þeir stóru aðilar á markaði sem að hafa verið að velta sínu kostnaði yfir á launafólk, ef að þeir taka höndum saman við okkur líka, þá alveg möguleiki á því að við segjum ekki upp kjarasamningum en launafólk eitt og sér í landinu mun ekki borga niður verðbólguna. Ratko Mladic sem gekk undir nafninu slátrarinn frá Bosníu látin 84 ára aldri. Mladic afplánaði lífstíðarfangelsi fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni fyrir að hafa yfirumsjón með fjöldamörðunum í Srebrenica árið 1995. Þar voru 8.000 múslimskir Bosníumenn teknir af lífi sem voru mestu fjöldamorðsögunar frá því í seinni heimsstyrjöld. Þetta markaði endalok stríðsins á Balkanskaga sem kostaði 100.000 manns lífið. Mladic hafði setið í fangelsi í Haag frá árinu 2011 en hann var dæmdur fyrir illvirkin 6 árum síðar. Heilsu Haraldar Noregskonungs hefur hrakað mjög og ástand hans alvarlegt. Norska konungsöllin greindi frá þessu í morgun og sendi svo aðra síðdegis þar sem ástand konungs var sagt óbreytt. Konungsfjölskyldan hefur aflýst öllum sínum athöfnum og setið við sjúkrabið Haralds. Fjöldi fólks hefur safnað saman í konungsöllin í dag og lagt þar blóm. Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, hætti við heimsókn til Þýskalands og forseti norska þingsins sem var staddur hér á landi flýtti heimför sinni. Almenningur hugsar hlýtt til konungsins. Man har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig og han seg selv. Vi husker jo hagetalen hans fra 2016. Norge menn som glad i menn, kvinner som kvinner, og kvinner og menn som glad i hverandre. Og jeg føler at han har vært den samlende kjærligheten vi har trengt, helt siden i hvert fall 22. juli og alt mulig. Jeg vet ikke om jeg har ett minne, men jeg tror bare det der med evnen hans til å samle folk, og at alle folk likeverdige, uansett bakgrunn, hudfarge, om man heterofil eller homoseksuell, eller det har ikke noe å si. Kjære konge, jeg ønsker jo at du skal bli frisk. God bedring. Nú eru skólarnir byrjaðir að tugir þúsunda barna og unglinga á ferðinni á hverju morgni. Ár hvert slasast fjöldi barna í umferðinni. Í fyrra slösuðust 112 börn undir 14 ára í umferðinni. Þar af slösuðust 14 börn alvarlega og 1 lést. 41 var á reið eða rafhlaupahjóli, 14 voru gangandi, 46 voru farþegar í bíl og hin ferðuðust með öðrum hætti. Það því mikilvægt, sérstaklega á þessum tíma árs, að vera á varðbergi í umferðinni. Unnur Signý alveg að verða 6 ára. Nesti komið í nýju skólatöskuna og fyrsti skóladagurinn framundan. Það eru 50.000 börn á leiðin í skólan núna og þar af eru 4.700 sem að taka sem fyrstu skref í umferðinni og fara í skólan. Þannig að við þurfum að bera virðingu fyrir því og hafa í huga öryggismálin sem að því fylgir. Og þar erum við að leggja mikla áherslu á öruggustu leiðina og bestu leiðina í skólan, að foreldrar fari yfir með börnunum og fari með þeim í fyrstu skiptin. Ert þú búin að vera að æfa leiðina þína í skólan? Já. Og ætlar alltaf að fara sömu leið? Já. Hvar eru gangbrautir, hvar eru umferðarljós, hvað ber að varast,
hvað á að gera ef að bíl stoppar ekki og svo framvegis og þannig að við komum þessu algjörlega inn í kjarnan hjá okkur og hjá þeim. Hvað mikilvægt að muna þegar maður farin að labba einn í skólann? Það fara yfir götuna. Hvað gerir maður þar? Stoppa, líta til beggja hliðar, hlusta og svo gera snoppverk með að labba við götuna. Þetta á náttúrulega bara að vera hluti af undirbúningnum í haust. Það er skólataskan, það er nestið, það eru fötin, það er umferðaröryggi. Börn eru ofboðslega fljót að læra og meðtaka reglur. Ökumenn rafbíla þurfa sér í lagi að vera meðvitaðir að það heyrist lítið í þeim og börnin líka. Aðrir ökumenn eiga ekki síður að vera á varðbergi, virða hraðatakmarkanir og fara sérstaklega varlega við skóla. Forðast að bakka þar og hleypa börnum helst alltaf út á gangstétt. Eftir nokkrar vikur kannski þá verður orðið dimmt á morgnana. Já. Hvað ætlar þú þá að passa að hafa með þér? Endurskinsmerki. Af hverju er endurskinsmerki mikilvægt? Til þess að sjást í myrkri þegar bílar sjá ekki krakka þegar þeir eru litlir eða eitthvað. Á hjólum og hlaupahjólum þarf að hafa búnað í lagi, bremsur og ljós og alltaf að nota hjálm. Mikilvægt er að benda börnunum á að taka heyrnartól úr eyrum þar sem umferð er. Jafnt og þétt höfum við fækkað alvarlegum umferðarslysum og slysum á börnum undanfarna áratugi bara með því að tala um þetta, með því að gera þetta og með því að lifa lífinu svona á öruggan hátt. Hvað þarf maður að finna áður en maður fer yfir götu? Hvar getur maður farið yfir götuna? Hérna yfir Garðsbraut. Og Unnur Signý gerir allt eftir bókinni. Og nú er bara að vona að ökumenn virði umferðarreglurnar sömuleiðis. Dugleg stúlka. Nú heimildamyndin tímann og vatnið frumsýnd í Háskólabíói í kvöld. Hún er byggð á samnefndri bók Andra Snæs Magnússonar og tekur á þeim umbreytingum sem orðið hafa á jörðinni vegna loftslagsbreytinga. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er í Háskólabíói. Er margt manninn? Já, það er troðfullt hérna og mér skilst að færri hafi komið stað en vildu. Kvikmyndin hefur verið sýnd í yfir 50 löndum víða heim við mikið lof gagnrýnenda. Hjá mér er maðurinn sjálfur Andri Snær Magnason, rithöfundur og þú ert einnig sögumaður. Nú er myndin komin heim eftir mikla sigurgöngu víða heim. Hvernig er svona tilfinningin? Þetta er svona eins og frumsýna bara í fyrst skipti. Þetta er svona heimavöllurinn og öll fjölskyldan hérna er náttúrulega kynslóðasaga og í salnum eru afkomendur margra persóna í myndinni. Afi tók myndir á Vatnajökli 1950 og hérna er 100 manna afkomendahópur og fullt af fólki hérna sem bara er að upplifa þetta í fyrst skipti. Þetta hlýtur að vera svolítið persónulegt því að myndefni sem nýttir í þessa mynd að spannar allt frá 1950. Þetta er myndefni úr fórum ömmuðinnar og afa. Hvernig svona er það fyrir því persónulega? Þetta er Ég sagði ekkert þegar ég sá 10 ára afmæli mömmu frá 1956. Þetta lítur út úr þessu Disney-mynd, þetta er svo fallegt. Það eru tvíburar með myndir hennar og þetta er í myndinni núna, í Disney-mynd því að hún er á Disney. En svo kemur hún í bíó núna, í Bíóparadís og Smárabíó og þetta er svona kynslóðasaga, þetta er loftslagsbreytingar, þetta eru jöklar sem voru í samhengi við eilífðina en eru núna að hverfa svolítið á mannlegum skala. Nú er hún að fara í frumsýningu í kvöld og verður svo sýnd í Bíóparadís eins og segir. Hverju mega áhorfendur eiga að vona? Þetta er bara svona íslensk mynd, svona persónuleg íslensk fjölskyldusaga sem að fólk getur notið. Ég höfði til allra kynslóða. Við hvetjum fólk til að koma með ömmu sína með sér í bíó. Frábært, kæra þakki fyrir þetta, Andri Snær og góða skemmtun. En við kveðjum þá bara hérna úr Háskólabíó. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir, fréttamaður og Andri Snær Magnason. Við ætlum að líta til veðurs. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt á landinu, yfirleitt fremur hægur vindur, skýjað með köflum og stöku skúrir og víða og dreif, en þurft að kalla suðvestan til. Hiti verður á bilinu 7 til 14 stig að deginum. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir því serbneska í undankeppni heimsmeistaramótsins ytra á morgun. Serbneska liðið er stjörnum prýtt en Ísland er með plan. Evrópska knattspyrnusambandið hyggst kæra Gianni Infantino, forseta FIFA, í kjölfar áformana sölu á hlut í HM. Og spænska landsliðskonan Esther González mun leika með sádi-arabíska liðinu Al-Qadsiya á komandi tímabili. González er samkynhneigð en slíkt er bannað í Sádi-Arabíu. Meira þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
Og vill maður upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Ungt fólk hallast frekar að því að segja nei, íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að segja já en íbúar á landsbyggðinni. Yfir helmingur þeirra 1400 sem saknað eftir flóð í Nepal í gær eru erlendir ferðamenn. Flóðin eru talin þau verstu í lengri tíma í landinu. Verðbólga eykst enn og hefur ekki verið hærri í 2 ár. Forseti ASÍ segir mögulegt að kjarasamningar haldi ef fyrirtækin lofi því að velta sínum kostnaði ekki yfir á launafólk. Haraldur Noregskonungur alvarlega veikur. Fjöldi fólks safnaði saman við konungshöllinni í Ósló til að sýna honum stuðning og voru tilfinningarnar miklar hjá sumum. Þegar skólarnir byrja ættu foreldrar að huga að umferðaröryggi með börnum sínum. Tugþúsundir barna ferðast til og frá skóla á degi hverjum, sum hver í fyrsta skipti ein. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Síðan hefst umræðuþátturinn þjóðaratkvæðagreiðsluna þar sem já og nei fylkingarnar mæta og ræða valkostina. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir inn á ruv.is. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Umræðuþáttur vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst hvort hefja eigi á ný umræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fulltrúar já og nei fylkinga ræða valkostina í atkvæðagreiðslunni. Úti. Ferðaþættir í umsjón útivistahjónanna Brynhildar Ólafsdóttur og Róberts Marshall þar sem þau ferðast með fólki ósnortna náttúru Íslands og athyglisverða staði erlendis. Lífsmörk. Ný norsk leikin þáttaröð. Sérnámslæknarnir Petra, Kissi, Samuel og Jóakim fóta sig í nýju starfi á sjúkrahúsi. Saman takast þau á við langa og krefjandi vinnudaga sem tengi þau órjúfanlegum böndum.